hvaða þýðingu hefur jafnrétti fyrir mér? Fyrir mér þá jafnrétti réttlæti, kvenfrelsi, bara samfélag á þeim stað þar sem við bara búum ekki við til dæmis bara óttan við kynbundið ofbeldi eða jaðarsetningu ákveðna hópa eða og svo framvegis. Við höfum hér á Íslandi höfum við lagalegt jafnrétti. Við erum með mjög góða lagabálka sem undirbyggja þetta og þegar kemur að kynjajafnrétti. Við erum að stíga í rétta átt í hvað varðandi til dæmis aðra hópa. En aftur á móti ennþá mjög langt í land. Og þegar við erum komið þangað, þegar við erum farin að brjóta niður þessar hindranir, þessi kynjuðu viðmið í samfélaginu, hugmyndir karlmennsku, kvenleika, gagnkynhneigð og svo framvegis, að þegar við erum búin að brjóta það niður, þá svona held ég að við séum að nálgast einhvers konar jafnrétti. Kannski ekki nálgast að við erum að stíga skref í rétta átt í áttinu jafnrétti. Þannig að já, ætli það er rosalega erfið spurning. Ætli það sé ekki það sem þannig jú, fyrir mér náttúrulega jafnrétti ekki bara jöfn tækifæri, heldur líka einhvers konar svona þessi jöfn útkoma. Þannig að það ekki nóg að allir hafi sömu tækifæri, heldur þurfum við líka að styðja við og stuðla að auknu jafnrétti kynjanna og ákveðna hópa. Þannig ég held að það svari svona spurningunni þinni hvað jafnrétti fyrir mér. Já. Ég hef alltaf verið svona með einhverja ríka réttlætiskennd og var ég á mörg systkini og var lengi eina stelpan á heimilinu með bræðrum og ég upplifði rosa mikið svona óréttlæti á eigin skinni í því svona, hvað var það mér að mitt bara hugmyndir kvenleika og karlmennskur, bara hlutverk drengja og stúlkna, þannig ég var alltaf frekar svolítið svona reið og í þokkabót þá ólst ég upp í nokkur ár í Chile, þar sem þetta bara ýktist og þá svona að búa þar, þá var það svo sýnilegt, en svo þegar ég mér bent á námskeið í kynjafræðinni í háskólanum, þannig ég tek það 2006 og þá bara svona búm, bara fékk eitthvað svona tæki og tól til svona að skilja reynslu mína og upplifun og þetta var ekki bara eitthvað frekja í mér eða eitthvað svona vesen og bara svona fékk ég svona tækin og tólin til að svona skilja heiminn líka og bara reynslu mína og það sem ég var að sjá hjá vinkonum mínum og fólkinu í kringum mig. Þannig já, það var svona mómentið að fara bara inn í fyrsta kynjafræðitímann og bara fá allt í einu verkfærin. Enda fór ég svo alla leið, nú starfa ég sjálf sem kennari í kynjafræði í Háskóla Íslands, við þá sömu deild, kennir reyndar ekki þetta námskeið, en þetta bara hafði þessi áhrif á mig að ég núna komið með doktorspróf í kynjafræði og starfa við þessar rannsóknir og kennslu, Þannig já, það hafði heldur mikil áhrif á líf mitt. Til þess að við náum jafnrétti eða vinnum allavega í jafnréttisátt að við þurfum, við höfum lögin, við höfum lagaumgjörðina, við höfum strúktúrinn og allt þetta, en eins og segir bara í kynjafræðunum, þá það, þetta svona svo þrífættur stóll. Við þurfum að hafa lögin og allt það, við þurfum líka að samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið í alla stefnumótun og ákvarðanatöku og svo þurfum við sértækar aðgerðir. Og ég hef verið svolítið að sérhæfa mig í þessari samþættingu og þá sérstaklega í því sem kallast kynjafjármál. Og það svona strategía til þess að stuðla jafnrétti og að mínu mati held ég að ef við myndum bara fókusera á þetta, þá myndum við ná ansi langt. Og bara hér á landi til dæmis, það höfum við þetta í lögunum, við eigum að vinna kynjafjármálum þegar kemur að stjórnvöldum. Stjórnvöld eiga að vinna kynjafjármálum eða kynjaðri fjárlagagerð eins og þau kalla það. Og aftur á móti, við höfum það í lögunum, þetta á pappírunum, en það sem vantar upp á að gera það, bara svona take action. Og þar kemur náttúrulega inn í, jú, það kannski skortur og þekkingu og það þurfum meiri fræðslu, en
þessi þekking til staðar, við vitum hvar vandamáli liggur, við vitum að meiri hluti kvenna verður fyrir ofbeldi, kynbundnu ofbeldi, við vitum að kvennastéttir eru vanmetnar við karlastéttir, við vitum að það mjög mikil ólaunuð umönnunarbyrði á herðum kvenna og svo framvegis, og við höfum tækið kynjafjármál til að stýra fjármunum í þá, til að reyna að lyfta þessu, breyta þessu. Og svo koma sértækar aðgerðirnar, eins og til dæmis þegar við hugsum ofbeldið. Það þarf bara að dempa fjármunum í þennan málflokk, til dæmis eins og það kemur að heilbrigðisþjónustu eða réttarvörslukerfinu. Það þarf að breyta lagaumgjörðinni og öllum strúktúrum, öllum ferlunum, út frá hvaða sjónarmiðum eru þau unnin. En byggja á bara reynsluheimi kvenna og ég meina við vitum að það eitthvað ekki að virka. Kerfið ekki konum í hag, ekki fólki sem verður fyrir ofbeldi í hag, allavega ekki þegar kemur á kynbundnu ofbeldi. Þannig að þetta að mínum mati, við höfum þekkinguna, við vitum hvar vandamáli liggur, nú þurfum við bara að stíga skrefið rétta átt og við höfum til dæmis ákveðnum fjármunum, við þurfum að dreifa þeim með öðrum hætti. En það þýðir líka að við þurfum að taka á öðrum málaflokkum, við þurfum að þetta náttúrulega ákveðin svona pottur, það við eigum ekkert endalaust af fjármunum, en það líka, við höfum líka tækifæri til að afla tekna í ríkissjóð eða sveitarfélögum með öðrum hætti. Þannig að ég held að við höfum tækin og tólin, en það þarf bara að framkvæma. Og það náttúrulega gífurlega pólitískt verkefni. Og eins og það kemur alltaf, að þegar þú ætlar að vinna gegn misrétti, og í aðsetningu þá munu fólkið í forréttindastöðu sem kannski nýtur góðs af kerfinu, það þarf að gefa kannski eitthvað frá sér og það ofboðslega erfitt. Þannig að ef ég fer eitthvað svona tek dæmi, ég meina eins og bara við hugsum hvernig við ákveðum launastéttir, ákveðum launfólks, þá það ekkert réttlátt að ákveðnar stéttir eru með 2 milljónir og aðrar 400.000 og við sjáum ákveðin kynjamynstur þar, og ef það ríkissjóður sem að greiða þessi laun þá þarf aðeins að jafna þennan mun til dæmis, og það vilja náttúrulega ekkert endilega aðeldnir sem eru með 2 milljónar að blækja í launum. En við þurfum einhvern veginn að endurhugsa þetta, þannig að við notum peningana á réttlátari hátt og við notum það til þess að vinna jafnrétti. Ef okkur alvara að vinna jafnrétti, þá þurfum við að gera það, og þetta eru tækin og tólin. Það að hugsa allar ákvarðanir út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðum, að þær séu gerðar til þess að stuðla jafnrétti, ekki til þess að allavega eins og staðan núna, við horfum á þetta þannig að þegar við tökum ákvarðanir án þess að taka kynja- og jafnréttissjónarmið inn í myndina, þá erum við bara svolítið að viðhalda status quo, eða við getum jafnvel með þess að ýtt undir frekara misrétti, staða kvenna getur versnað eða jaðarsettra hópa getur versnað með ákvarðanatökunni ef hún ekki tekin út frá þessum sjónarmiðum. Og bara til dæmis nú ég að tala rosa mikið út frá kynjuðum fjármálum, en bara til dæmis eins og bara niðurskurður í heilbrigðiskerfinu. Hvað þýðingu hefur það? Það þýðir að þannig eru stórar kvennastéttir sem nú þegar bara bugaðar af streitu fyrir COVID, sem hefur aukist gífurlega eftir heimsfaraldur. Mikill meirihluti konur sem eru að brenna út á vinnumarkaði. Umönnunin, hún hverfur ekkert, og þá fer hún inn á heimilin eða til einkaaðila, og þá kemur við stéttavinkillinn, en inn á heimilin, hver sér þá umönnun? Og það segja fræðin okkur að í flestum tilfellum, og líka íslenskar rannsóknir, í flestum tilfellum lendir öll þessu umönnun, eða 80% minni mig, á herðum kvenna. Þannig að þetta er bara, þetta er ekkert svo einfalt, við ætlum ekkert bara að skera niður fjármunum til eða hafa aðhaldskröfu á Landspítalanum. Þetta er risastór ákvörðun sem hefur gífurlega áhrif á stöðu kvenna og kynjana hér á landi. Þannig að taka ákvörðunir í rétta átt. Já, ég er algjörlega sammála því að við þurfum að byrgja brunninn og ná til gerenda þegar kemur að kynbundnu ofbeldi.
fræðsla, kynja og jafnréttisfræðsla, kynfræðsla, þetta gífurlega sterk og öflug tæki til þess að ná til dæmis til nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum og hafa þannig áhrif á hugmyndir kynhlutverk, kynlíf, völd og forréttindi og svo framvegis og gefa líka ungu fólki gagnrýnin tól og tæki til þess að díla við sinn veruleika, þannig að ég held að það sé gífurlega mikilvægt til þess að vinna svona gott forvarnastarf. Aftur á móti mín sýn að við bara með fræðslu einn og sér þá náum við ekki bara árangri. Það mikilvæg þáttur en þetta kynbundið ofbeldi náttúrulega bara birtingarmynd kynjaðra valdatengsla í samfélaginu og þetta jafnrétti á öðrum sviðum nátengt þessu, þannig að við þurfum líka að vinna bara jafnrétti á öðrum sviðum þá inn á heimilunum, í atvinnulífinu, í valdastöðum og áhrifastöðum, þetta hefur allt áhrif á hugmyndir okkur konur og kalla og hlutverk þeirra og þannig ég held að við þurfum að vinna á öllum vígstöðum til þess að hafa jákvæð áhrif á ofbeldisumræðuna, ekki umræðuna, ofbeldi, kynbundið ofbeldi. Ég ekkert sérstaklega hrifin að því að tala kynslóðir í þessu samhengi út af því að þegar sú þekking sem ég hef aflað mér, ég hef lært svo mikið af eldri kynslóðum, feministum af eldri kynslóðum sem gengu og ruddu veginn fyrir okkur hin. Þannig að já, ég aftur á móti myndi vilja kannski umorða spurninguna og segja ef ég mætti ráðleggja fólki í valdastöðu, þeirra sem hafa völdin í samfélaginu, þannig að stíga fast til jarðar. Við vitum að við höfum stóran vanda, við höfum til dæmis bara með ofbeldi að við búum við heimsfaraldur og sem búin að vera viðlóðandi okkar bara samtíman bara og í gegnum sögurnar og við þurfum að díla við það. Þannig að en til þess þarftu náttúrulega bara að taka mjög pólitískar ákvarðanir og byggja þær á þessari þekkingu. En svona almennt þá myndi ég náttúrulega segja að eldri kynslóðir ættu að hlusta á hvað konur, hvað jaðarsettir hópar eru að segja sína upplifun, sína reynslu og sín veruleika. Og mér dettur helst í hugum við þróunin í tungumálinu okkar. Að taka upp ný orð eða eins og kvár og tala og fólk sem skilgreinir sig sem hán eða fólk sem skilgreinir sig sem kvár og notar persónufornafnin hán. Að þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir þeirra baráttu, fyrir þeirra bara líðan og líf bara dagstaglega og bara hlusta á þeirra sögur og reynslu og þetta bara jákvætt skref í jafnréttisátt og það sama með kynbundið ofbeldi, að konur eru að lýsa í MeToo-bylgjunum, lýsa sinni reynslu og sem skerðir bara, þeim ekki bara áhrif á líðan þeirra og heilsu og heldur líka bara skerðir ferðafrelsi þeirra. Við heyrum endalausar sögur af því að konur eru bara að sleppa því að fara út á nóttunni eða ekki út á skokka eða labba með vopn heima af barnum. Og þetta bara gríðarlega alvarlegt mál, þannig að gera ekki lítið úr því að þegar við úr kynferðislágreitni til dæmis, að svona hafa þetta bara alltaf verið og að viðkomandi hafa bara verið að grínast. Því að þetta hefur verulegar afleiðingar og þegar við erum búin að skerða ferðafrelsi kvenna á Íslandi, erum við þá raunverulega jöfn? Búum við þá í alvörunni í jafnréttisparadísin Ísland? Ég held ekki. Ég myndi vilja gefa næstu kynslóð feminista það ráð að byggja á þeirri þekkingu sem til staðar og byggja á baráttu þeirra feminista sem hafa gengið undan okkur. Og hver og einn til dæmis eins og MeToo-bylgja mjög mikilvæg, en ég velti fyrir mér
hún ofboðslega mikilvæg, bara í vitundavakningu samfélagsins og allt það. En það margt þar sem við lærum sem þarna kannski líka, sem var kannski baráttumál fyrir 40 árum síðan. Þannig að það svona eftir að sjálf stíga inn í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi fyrir ansi mörgum árum síðan, það var mín fyrsta femíníska áhersla, var kynbundnu ofbeldi sem hluti af NEI-hreyfingunni í Femínistafélagi Íslands. Að svona eftirauki hefði kannski viljað staldra hans við og bara svona líta aðeins í baksýnisspegilinn áður en við réðust í staði með herferðina sem var mjög mikilvæg og flott herferð, en svona bara já, maður þarf ekki alltaf að finna upp hjólið. Þannig að það svona mitt ráð til yngri kynslóða. Án þess að ætla eitthvað að draga úr þeim baráttu viljan og ferskleikan og allt það. Út af því að það náttúrulega líka eitthvað sem, ég sjálf þótt ég tel sjálf mig vera ungan feminista, en maður að læra svo ótrúlega mikið af ungum feministum og sérstaklega einmitt trans- og kynsegin feministum og hinsegin feministum þessa dagana. Mér finnst þessi umræða mjög mikilvæg og mjög góð og en ég á þeirri skoðun að við þurfum við vitum bara núna að við búum við kynjaðan veruleika, en karlar og konur ekki bara tveir einsleitir hópar. Við vitum að það eru til dæmis fleiri kyn og konur og karlar, það eru fleiri þættir sem hafa áhrif á stöðu þeirra. Bara til dæmis stétt og uppruni, húðlitur, tungumál og svo framvegis. Og það, ef við tökum það ekki inn í, þá erum við bara að segja, svo ég kvóti lesefni mitt frá Webber, þá erum við bara að segja hálfan sannleikann. Þannig að ef við hundsum alla þessa þætti, þá erum við samt bara að vinna kannski að haga ákveðina kvenna eða ákveðina hópa og það ekki gott. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við samtvinnum kynja sjónarmið við annars konar valda sjónarmið, aðra valda þætti í samfélaginu. En svo þegar ég bæti við, þá getum við samt auðvitað ekki gert á kröfu að það séu allir að horfa alltaf á allar breyturnar, alla þessar félagslegu þætti sem hafa áhrif á stöðu okkar. En þannig að það bara hefur engin orku í það getur það enginn, og það eiga ekkert heldur alltaf allir þætti við. Ég meina, ef við erum að fókusera á ofbeldi, þá verðum við til dæmis ofbeldi gegn konum, kynbundið ofbeldi, og erum alltaf að taka inn kyn. Við verðum líka samtvinna það til dæmis fötlun hérna á Íslandi. Ég meina, við getum ekki bara, ef við skoðum bara ofbeldi gegn fötluðu fólki, þá verðum við að taka kynjafbreytina. Þannig að þetta þessi samtvinnun, hún ná við þá þegar. Og það líka mikilvægt og það mikilvægt að við vinnum á öllum vígstöðum. Við getum ekki öll gert allt í einu, en það mikilvægt að það sé einhver sem að fókusera á konur í valda áhrifsstöðum. Og það mjög mikilvægt að einhver annar sé að samtvinna mun meira en sá aðili og þannig að já, við getum ekki gert allt, en við eigum alltaf, að mínum mati eigum við alltaf að vera ein eftir bestu getu að samtvinna aðra valdastrúktúra í samfélaginu. Já, því maður hefur þessar hugmyndir að háskólinn sé einhver jafnréttisparadís, og sérstaklega í ljósi þess að konur hafa verið meirihluti þeirra sem hafa útskrifast frá háskólum í Íslandi í næstu 40 ár. Og alltaf þegar við tölum jafnrétti í háskólastiginu, þá kemur alltaf þetta, en konur eru meirihluti háskólanema. En þrátt fyrir það, þá erum við ennþá að sjá það að karlar eru bara í miklu meirihluti þegar kemur að til dæmis akademísku stöðum og þá efsta stöðugildinu sem prófessorar. Og rannsókn mínar líka sýna það er ekki bara, það eru þættir í háskólaumhverfinu sem ýta undir þetta misrétti, sem gera það að verkum að til dæmis framgang kvenna hægar en karla, og svo náttúrulega líka ytri þættirnir í samfélaginu, ábyrgð á fjölskyldu og umönnun og svo framvegis. Þannig að já, það komir gífurlega á óvart og verandi sjálf í þessu kerfi, það náttúrulega maður sem bara að reyna að breyta því, og það náttúrulega það sem ég náttúrulega geri í svona mínum aktivisma að
og fræðamennsku er að rannsaka, og þannig mínu tilfelli ég að rannsaka minn einn rann, en að rannsaka og byggt á því að reyna að varpa ljósi á þessar hindranir og þessar þætti sem að ýta undir eða styðja við misréttið í þeirri von einmitt að við stuðlum að einhvers konar breytingum. Og í mínum rannsóknum það kynjuð fjármál að nota peningana, hvernig við dreifum þeim til þess að stuðla breytingum í jafnréttisátt. Þannig að, já, ég held að sé líka bara kostur að hafa komist að þessu. Vá, það stór spurning, já. Það náttúrulega, þetta svo sértækt. En það náttúrulega líka bara, þú veist, að endur skilgreina viðmið. Þetta nátengt þessari hugmyndafræði. Hvað er þarna að vera framúrskarandi rannsakandi og framúrskarandi fræðimaður eða vísindamaður að þarna, við þurfum að endurskilgreina þær hugmyndir og það eru nátengdar kallmennsku og svona kalla gildum hér á landi og víðar. Við sjáum að það til dæmis bara, við sjáum það bara í vægi fjármunna sem fara til dæmis í karllæga greinar á móti kvenlægu greinum og svo framvegis. Þannig já, ég vil ekki fara að tala punta og eitthvað, það rannsóknarstig og eitthvað, ég byrja, það klukktímaræða. Fjárhagslegt sjálfstæði bara grundvallar atriði til þess að við búum í einhvers svona samfélagi þar sem jafnrétti og kvenfrelsi. Það að geta ekki, að það að vera ekki fjárhagslega sjálfstæður bara ýtir viðheldur stöðu þinni sem undirokuðum aðila til dæmis í sambandið en að fjölskyldan og svo framvegis. Mér finnst þetta lykilatriði og líka einmitt ef við hugsum til dæmis í íslensku samhengi. Fjárhagslegt sjálfstæði gífurlega mikilvægt til dæmis til þess að komast út úr ofbeldissamböndum og komast úr aðstæðum sem bara til dæmis ýta undir jaðarsetningu þína. Þannig að þetta óbúðslega mikilvægt að UN Women sé að fókusur á þetta og þá einmitt í löndum þar sem eins og þú nefnir að konur geti ekki átt bankabækur eða erfðarétt eða mega bara ekki eiga sitt heimili án þess að það sé karlmaður þar, einhver ættingi eða maki. Og þetta eitt mikilvægasta baráttumál finnst mér þegar kemur að stöðu kvenna í þessum ríkjum, myndi ég segja. Þegar kemur að kynjuðum fjármálum, þá stöndum við ágætlega. Þegar kemur að kynjuðum fjármálum, þá stöndum við ágætlega hér á landi. Til dæmis þetta bundið í lög. Íslenska ríkisstjórnin á að vera að vinna kynjaðri fjárlagagerð. Þetta að vera að innleiða kynjuð fjármál hjá Reykjavíkurborg og þetta í Jafnréttisáætlun Háskóla Íslands. En það mjög mikilvægt, en aftur á móti það sem vantar svolítið upp á er framkvæmdin. Að við séum ekki bara aðeins með þetta á pappír, heldur séum actually að vinna að kynjuðum fjármálum, nota þessa strategíu til þess að stuðla jafnrétti. Þannig eins og þegar í samhengi við Ísland og ríkisfjármálun okkar, þá þurfum við að byggja á þekkingu sem við höfum, við vitum hvar vandamáli liggur, en svo þarf að stýra fjármálunum með að afla teknana, í skattinefndi og svo framvegis, út frá þessum sjónarmiðum, út frá þessum gildum og reyna að breyta þarna. Þannig það það sem við finnst vantar upp á. Við höfum þekkinguna, við höfum tækin og tólin, innan stjórnarráðsins, innan fjármálaráðsins eru frábærir sérfræðingar sem hafa þekkingu á málaflokknum, en það eitthvað sem stoppar í ákvörðunartökunni. Og ég kom inn í feminisma, í virki í samtökum sem heita Femínísk fjármál, og þar höfum við komið og verið að pressa einmitt á fjárlaganefnd og fjármálaráðherra og bara alþingismenn að byggja á þessari þekkingu sem nú þegar til staðar innan stjórnarráðsins og reyna að stuðla að breytingum, að taka þá þessa vitneskju sem til staðar og nota hana. En það virðist ekki ganga nógu vel og við sjáum það til dæmis bara eins og núna í COVID-aðgerðum ríkisstjórnarinnar og við í femínísku fjármálum við fengum styrk úr jafnréttissjóði frá forsætisráðherra til þess að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að þessar aðgerðir, þannig að við greindum þær
3 aðgerðapakka stjórnvalda og og þú veist, við sjáum bara gífurlegar kynjaskekkjur þar, hvernig fjármunum var veitt bara og eftir setur, þú veist, og þannig að við vorum að veita þeim allt hvað þetta varðar og það fullt þar og þetta var til dæmis eins og þekkingin á ráðuneytisins, það við vita til dæmis að fjárfestingar átak ríkisstjórnarinnar myndi skila sér frekar í störfum til karla, í rauninni 80-90% störfum til karla. Það var vita fyrirfram því við höfum reynsluna frá því í hruninu. Þannig að samt sem áður var þessi ákvörðun tekin. En ef þú hefur tekið kynja- og jafnréttissjónarmið fyrirfram og unnið, þú veist, fjárfest með öðrum hætti og þá værum við kannski á öðrum stað í dag. Og bara þessar áherslur, þær eru unnar út frá einhvers konar gildum og viðmiðum sem hafa alltaf verið í gangi og við vitum að afleiðingin af því þetta kynjaða samfélag sem við búum í. Og það ýktist bara í COVID. Við sjáum til mér svo, þú veist, bara staða kvenna, bara konur voru þreyttar og eru bara ennþá þreyttari. Það eru bara með skólan á herðum sér og umönnur barnanna og ættingjana og á herðum sér og þá sérstaklega með í kvennastéttum, þú veist, konurnar kvennastéttum þá eins og kennarar og hjúkrunarfræðingar, þetta allt sko stéttir sem þurftu sko að leggja ekstra mikið á sig til þess að sjá til þess að samfélagið myndi fúnkera, þú veist, og hvað ætlum við að gera þegar þetta fólk brennur allt út, þú veist, þannig að af hverju ekki aðeins líka bara að fókusráða það fjármunum í þessa átt og það verður spennandi að sjá hvað kemur út kosningunum, vonandi verður ykkur umræða þetta því mér finnst þetta að vera stærsta málið þessa dagana.